Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Held ég nú sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, þá komið að síðasta viðmælanda kvöldsins og það enginn annar en Ingvar Þór Guðjónsson, þjálfari Hauka í Dóminusdeild kvenna. Heill og sæll félagi. Sæll og blessaður. Hvernig hefurðu það? Ég bara ljómandi góður. Já, herðu, það náttúrulega, já, hvað þetta fljótt að fara af stað þessi körfubolti, já, áður að veit af að þá tímabilið bara hafið alvöru. Já, þetta gerist rætt og þétt spila núna í byrjun. En það, við þurfum að koma fyrir tveimur landsleikjapásum í kvennadeildinni. Já. Og fyrsta pásan núna bara eftir að fyrsta umferð klárast bara í upphafi nóvember, þannig að þetta spilast dýft. Já, nákvæmlega. Og já, það eru 4 leikir búnir hjá ykkur í Haukaliðinu, þið eru með fullt úr stiga. Já. Og já, hvernig svona fyrir tímabilið, hvernig svona, var erfitt að smala í hóp eða sem þetta halda hópnum og fleira? Nei, það rauninni allir leikmenn sem voru í fyrra halda áfram að undanskilinni Sólrúnu Ingu sem að fóru í námi í Bandaríkjunum. Og við fáum náttúrulega Helenu tilbaka og bætum við okkur stelpu úr Fjölni. Þannig að við erum bara með þéttan og fínan hóp hjá okkur. Já, og hópurinn sem voru með hann í höndunum, hann er virkilega ungur ef maður horfir á, það er náttúrulega sko elsti leikmaðurinn, það er náttúrulega erlendi leikmaðurinn er það ekki og Helena Sverris, annars eru svo hinnir 10 árum yngri. Já, þetta er rauninni bara stelpur sem að allar að undanskilinni Fanney sem að kom til Fjölnis núna, kom frá Fjölni núna, allt er þetta bara uppaldar Haukastelpur og hafa farið í gegnum yngri flokkana þar og verið að stíga sín fyrstu skref í meistaraflokki undanfarin ár. En gerðar einhver svona væntinga fyrir tímabili, eru þið með hvað markmið svona, hvað þið sjáu ykkur í vor? Já, við ætlum að berjast í efri hlutunum, það er alveg ljóst. Teljum okkur vera með lið til þess að geta gert það, þess að stelpur fengur mikla reynslu í fyrra og eru ekki bara efnilegar, heldur bara þrælgóðar og muna miklu að fá Helunu inn og við fáum inn líka reyndan og góðan erlendan leikmann. Þannig að við ætlum okkur að vera í toppbaráttunni, það er alveg ljóst. En hvernig er svona aðstæður? Nú eru náttúrulega svo marga greina stundar mitt hjá Haukum eins og í Ásvöllum. Er erfitt fyrir ykkur að fá góða æfingatíma eða hvernig er svona aðstæður þarna á Ásvöllum? Sko, það er náttúrulega, það líkur alveg fyrir að Ásvellir eru sprungnir og við svo sem erum með ágætis æfingatíma en það falla alltaf niður æfingar, 1-2 æfingar á viku, svona kannski að jafna sem að falla niður vegna leikjálags í húsinu. Já. En það er náttúrulega núna verið að byggja nýtt körfuboltahús á Ásvöllum og svona það standa vonir til þess að við getum byrjað að æfa og vonandi spila í því svona undir lok þessa tímabils. Já. Þannig að það gjörbreytir öllu okkar umhverfi í körfuboltanum að geta verið með eigið körfuboltahús, 2 salir og svo keppnisvöllur. Þannig að það mun hjálpa okkur gríðarlega mikið. Náttúrulega, hjá Haukum, þetta er náttúrulega svolítið gaman að horfa á það. Þið eru, í deild þeirra bestu bæði kalla á kvennamein í körfunni og það er að sama í handboltanum. Já, þetta er stórt og mikið félag og yfirleitt eru þessir meistaraflokkar að standa sig vel og í úrslitakeppni og annað, þannig að þetta en getur skapa árekstur
eins og gerðist fyrir 2 árum þegar bæði karla og kvennalið í körfunni voru í úrslitaeinvígi og handboltinn karlamegin var í úrslitaeinvígi og kvenna var held í undanúrslitum. Já. Og þá var þetta hreinlega þannig að við urðum að leita út fyrir bæinn til þess að finna æfingatíma til þess að geta æft á milli leikja, sko. Já. En það hefur sem sagt verið að sporna við því og það náttúrulega að rísa náttúrulega nýr körfuboltahöll hérna hjá okkur. Já. Og það, eins og ég segi, þetta verður þvílík lyftistöng fyrir félagið, ekki bara fyrir körfuboltan heldur í rauninni bara fyrir haukana alla. Handboltinn fær afnóta rauninni betri afnóta að fá salnum sem fyrir og við þá meira í nýja salnum, þannig að þetta hjálpar til við að vera með yngri flokkana líka að ásvöllum. Það getur verið óþægilegt að vera með yngri flokkana á víð og dreif út allan bæ. Já, nákvæmlega. En það gaman í úrvalsdeild kvenna hjá ykkur, þá eru þið mitt með fullt úr stiga. Karlamegin, þetta náttúrulega stórfurðuleg deild þessi, tónlistdeild karla, fyrstu 3 umferðir. Það þannig að liðin frá 1. upp niður í 8. eru öll með 4 stig. Já. En Haukar reyndar efstir á töflunni svona gott KKÍ.is. Er það ekki svolítið gaman að sjá það? Jú, auðvitað það er gaman. Það er náttúrulega svo sem eins og kvennadeildin bara nýfærið af stað og þá mikið eftir að gerast í þessu. En ég held að bæði karla og kvennadeildin í ár verði mjög jafnar deildir. Það eru svona mjög álíka styrkleika lið báðum megin, mörg lið kvennamegin sem að koma til með að berjast það að komast í úrslitakeppnina og í karladeildinni líka mikið af liðum sem hafa verið að styrkja sig og það verður bara hörku barátta og vantarlega mjög skemmtilega deildir í allan vetur. Já. Það er náttúrulega stutt á milli leikja núna eins og við erum búin að koma inn áður en hvernig deildin fer að staði í dómnumsdeild kvenna, hvernig finnst þér svona þessi deild þetta árið? Eins og ég held að hún sé bara töluvert jafnari heldur en hún hefur verið undanfarin á. Samkvæmt spám að þá var Breiðablik og Njarðvík nú ekki spáð miklu gengi og Keflavík spáð algjörum yfirburðum. Nú þegar eru Keflavík búin að tapa 3 leikjum og Breiðablik búin að vinna þegar annars. Þannig að ég held að það sýni bara að liðin þurfa að mæta 100% klári í alla leiki til þess að vinna þessa leiki og Keflavík og stelpurnar það er eftir að rífa sig upp og koma sterkar. Það er kannski eitthvað smá bakslag í þeim núna en það er eftir að vera feikna öflugar í vetur. Kannski stuttlega svona, náttúrulega höldum okkur við jákvæða hlutina alltaf í sportættinum, kannski stuttlega eitt svona sem búið að vera neikvæð umfjöllun körfuboltan. Það er mitt með þessar 10 ára stelpur sem með ekki keppa með strákum og eitthvað fleira. Hvernig, hefur þú eitthvað myndað aðstöðu út af þessari umræðu? Nei, ég meina það, við sendum þjálfarar, sendum frá okkur tilkynningu til fjölmiðlalandsins og rauninni kemur þar allt saman fram það sem að við viljum segja þetta. Það er ekki verið að gagnrýna Brynjar Karl eða neitt slíkt, hans þjálfunaraðferðis með þessari grein heldur einfallega aðferðunum og hvernig framkvæmdin á þessu var. Ég held að bæði Brynjar Karl og við allir hinni, við viljum körfuboltanum hið besta og viljum sjálfsögðu auka veg og upphefja hvernig körfubolta á landinu. En þá kannski hvernig karfan hún að taka sífelldum og þessi kynslóð sem að koma þarna upp sem að spila í Dóminósdeildinni núna það má segja að það er svolítið mikill kraftur í þeim og framtíðin okkur björt það ekki svona fyrir íslenska landslið upp á framtíðin að gera? Jú, engin spurning. Ég held að leikmenn sem að koma upp í Dóminósdeildina núna og hafa verið að gera á síðustu árum að þeir eru virkilega öflugir, vel þjálfaðir og
mjög frambærilega leikmenn og ég held að það verði engin vöntun á því heldur á næstu árum. Leikmenni sem að koma upp og hafa verið að fara í gegnum yngri landslýsans eru yfirleitt bara mjög vel þjálfaðir og sterkir leikmenn, þannig að ég held að framtíðin í kvennakörfunni sé mjög björt, engin spurning. Og þú ert náttúrulega ekki með kynslóða framtíða landslýsmönnum? Já, bæði unglingar landsliðsmönnum og framtíðar allandsliðsleikmönnum, þannig að þetta bara líf og fjör. Já, nákvæmlega. Ingvar Þór, það náttúrulega nóg að gera hefur næstunni veit maður, það náttúrulega bara, það náttúrulega þétt spilað næstu leikir á miðvikudaginn og svo, er ekki bara leikir svo 3 dögum seinna, bara á laugardaginn? Jú, við spilum miðvikudag, laugardag og miðvikudag. Já. Þannig að það nóg að gera. Já, ekki þreyta í mannskapnum við þetta? Já, það þarf að reyna að stýra æfingum inn á milli og sjá til þess að leikmenn fái svona næga endurheimt, en þær fá ágætis pásu eftir þessa törn þegar landsleikja pásan kemur, en þeim finnst þetta nú skemmtilega yfirleitt heldur en að æfa að vera að keppa, þannig að það svo sem hvart ekki mikið. Nei. Og já, fyrstu deildinar, þar eru 7 lið núna í ár, hvernig, ertu ekki ánægður að sjá allan á 7 lið skrá til leiks? Jú, frábært, algjörlega frábært. Það var mikið kallað eftir í að fá fleiri lið inn og það voru Hamar skráði lið aftur og Ármann kom inn með nýtt lið og IR kom inn með nýtt lið, þannig að það er bara frábært að sjá að hverjum félögin og hverjum deildirnar sé að setja metnað í þetta og vera með og halda uppi öflugu kvennastarfi líka. Já, hefur eitthvað fyrst með fyrst til karla? Nú erum við eiginlega búin að fara í gegnum alla deildir. Já, maður fylgist auðvitað aðeins með henni líka. Já. Og ertu með eitthvað svona uppáhaldslið þar? Nei, ekki þannig. Ég á góða vini í mörgum félögum, þannig að maður vonar að þeim gangi vel bara. Já, nákvæmlega. Og hvernig heldur að svo deild verður hún tvískipt eða verður þetta bara svona jafn deild að svona þínum mati? Ég hugsa að séu þá nokkur lið sem að getur verið að berjast þessi úrslitakeppnisæti. En kannski verður hún einhverju litið tvískipt, en næri hlutin kannski svolítið sér að báti, en svo verður bara alltaf sæti í úrslitakeppni, ég held að það sé engin spurning. Áðurinn í slepptir, það er landsleikur hjá A-kvenna í knattspyrnu á morgun þar sem við mæta Tékkland. Hvernig spáruð þeim leik? 2-0. 2-0 fyrir Ísland? Eftir spurning. Auðvitað, það er halda bara velgengnin áfram eftir að hafa unnið þjóðarinna. Já, það með ekki ofmætnast yfir því. Ég held að það er haldið sér alveg í jörðinni. Það er vitað út af hvað þetta gengur þessi stelpur og það er eftir að standa sig vel. Bestu þakki fyrir að gefa okkur tíma, Ingvar, og hvetjum alla til þess að fylgjast með. Ég man ekki hvort það sé heimaleikur hjá okkur miðvikudaginn. Nú er þetta alveg stólu úr mér. Nei, við eigum útileik við Breiðablik á miðvikudaginn, heimaleik við Keflavík, laugardaginn þar á eftir. Nó, þannig að það er stemning í Hafnarfirðinum á laugardaginn. Já, líf og fjör. Nákvæmlega. Bestu þakkir og gangi ykkur vel. Takk fyrir, blessaður. Já, það er heil umferð á miðvikudaginn í Dominósdeild kvenna. Leikinni hefjast korter yfir 7. Það er Breiðablik Haukar, Valur Njarðvík, Keflavík Skallagrímur og svo er á laugardaginn næsta Haukar Keflavík klukkan 4:30, Njarðvík Breiðablik og svo eru vantaði með hina 2 leikina. Ég var með þá fyrir fram að mig en það glataðist hjá mér. Þið getið séð allt inn á kki.is. Nú ef við förum í næstu leiki, þannig að maður renni snögglega yfir það áður maður kveður Það eru náttúrulega ekki fleiri viðtöl í þætti kvöldsins. Förum bara beint í fyrst til kvenna líka. Það eru næstu leikir þar. Það er núna á laugardaginn. Grindavík fær Þór Akureyri heimsókn klukkan 4:30 og IR fær KR í heimsókn á sama tíma. Svo sunnudaginn klukkan 2 Grindavík að fá Þór Akureyri heimsókn. Já, sem þetta spila tvisvar. Og svo klukkan 6 er Fjölnir Hamar.
Í Dóminusdeild karla eða karlamegin, byrjum að Dóminusdeild karla, þá eru næstu leikir núna framundan. Það er á fimmtudaginn næstu leikir, korter yfir 7, 4 leikir, IR fær Njarðvík í heimsókn, Valur fær KR, Þór Akureyri fær Hött í heimsókn og Haukar fá Keflavík í heimsókn. Svo á föstudaginn fær Þór Þórðarshöfn Stjörnuna í heimsókn. Og þessi Dóminusdeild karla er náttúrulega hrikalega jöfn eftir fyrstu 3 umferðirnar. Og við fórum myndan á það áðan, en svo er, Suðurlandsslagur í Iðu á fimmtudaginn þar sem FSU fá Gnúberja í heimsókn. Sá leikur er klukkan korter yfir 7 og föstudaginn, það er ekki síðri leikur, Hamar fá topplið Blika í heimsókn. Sá leikur korter yfir 7 á föstudaginn. Vestri fær Fjölni í heimsókn á sama tíma og Skagamenn fá Skallagrím í heimsókn. Hældi nú, rennum í gegnum næstu leiki í handboltanum. Snöggvast, það eru leikir á morgun í Ólafsdeild kvenna, 3 leikir, klukkan 7:30 Vestmannaeyjum fær IBF Stjörnuna í heimsókn, klukkan 7:30 á Selfossi Selfoss Valur og klukkan 8 í Framhúsum með Fram Haukar og klukkan 7:30 í Grill 66 deild karla í TM-höllinni Stjarnanu Valuru og svo í Ólafsdeild karla á miðvikudaginn í Kaplakrika FH Fjölnir klukkan 7:30 og fimmtudaginn þá eru 3 leikir. Nei, 1 leikur í Ólafsdeild kvenna þar sem að í Valshöllinni fær Valur Fram í heimsókn klukkan 7:30. Og ég er að fara sjálfsögum með rangt mál, það er náttúrulega landsleikja pása framundan. Þetta er í byrjun nóvember. En nú það er bili, ég heiti Gestur frá Helgi, þakka ykkur fyrir hlustuninni í kvöld og njóti vikunar og það er ekkert annað hægt en segja áfram Ísland og það er náttúrulega búið að biðja náttúrulega það lag Ísland er land þitt með Fjallabræðrum og við kveðjum með því lagi.